Þá sagði Ban það sérlega aðdánarvert að íslenska þjóðin hefði, þrátt fyrir erfiða kreppu, ekki slegið af í aðstoð sinni við fátækar þjóðir og þá sem minna mega sín í heiminum. Hann sagði það mega verða öðrum þjóðum til eftirbreytni. Og Alþingi samþykkti í dag fjárframlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands næstu 4 árin, samtals 24 milljarða króna. Allir viðstaddir þingmenn greiddu atkvæði með tillögunni fyrir utan Vigdísi Hauksdóttur sem var henni mótfallin. Að öllu óbreyttu mun Ísland leggja til tæpa 24 milljarða í þennan málaflokk næstu 4 árin. Þetta brýtur gegn sannfæringunni að vera að hækka þessi gjöld með þessum hætti. 24 milljarðar í erlendu gjaldeyri næstu 4 ár á meðan íslenska þjóðin telur sig ekki hafa efni á því að gera hér þær bætur á Landspítalanum sem þarf til að gera til að bjarga hér lífi og limum landsmanna. Gjaldþrota maður getur ekki borga reikninga fyrir aðra.